Já, akkurat það. En við ætlum að fara næst með Snædísi á klappstýruæfingu. Já, takk fyrir það. Ég komin hvorki meira en minna en á klappstýruæfingu þar sem ég ætla að tala við hana Ósk sem þjálfari liðsins. Það alltaf að fleygja ýmsu upp í lofti, við ætlum aðeins að kíkja á það. Já, sæl Ósk, segðu mér, nú erum við á klappstýruæfingu hérna í Fylkishúsinu, en hvað var til þess að þú ákvaðst að stofna klappstýrulið? Ég var í fimleikum í mörg ár og hætti svo í fimleikunum og mér langaði að æfa eitthvað, þú veist, líkt því, en ég pröfaði alls konar íþróttir. En svo bara var ég átti vin sem kom með þá hugmynd að bara, hei, okkur stofnar ekki klappstýrulið, við erum með amerískt fótboltalið hérna og okkur vantar eitthvað til þess að sýna í hálfleik og ég bara, okkur ekki og bara ákvað að stofna þetta. Og það var til þess að klappstýruliðið er að klappa í ruðningnum, en hvernig gekk að fá stelpur í liðið? Það var ekkert mál, þetta náttúrulega svaka fantasía hjá flestum stelpum. Það náttúrulega í bíómyndunum og öllu því, en þetta mjög öðruvísi en í bíómyndunum, þú veist, þetta ekki eins klísjukennt og þú veist, eins og margir vilja segja steppa ekki feminismanum, en þú veist, fyrst mér bara verið að skrifa áfram ef eitthvað Já, þetta náttúrulega líkamlega mjög erfitt. Mjög erfitt, við æfum 4 sinnum í viku, 2 tíma í senn og já, þú veist, við erum með þrek, við erum með svaka uppáttanir, teygjur og þú veist, þetta eins og ólympískar lyftingar eða kraftlýftingar, við erum að lyfta stelpum yfir hausinn á okkur og grípa þær og kasta þeim upp í loft. Já, það hljómar bara ekkert smá erfitt. En sko varðandi, ef við förum aftur í kvenleika, nú þið í pilsum og með dúska, finnst ykkur það ekkert vera klísjukennt? Nei, rauninni ekki, þetta bara upp á þægindi og líka upp á betra til þess að dansa og kemur betur út þegar hreyfingarnir eru. Dúskarnir þeir eru farnir, það bara óþægilegt að hafa og þeir eru fyrir og við erum ekki að klappa lengur á meðan leik stendur. Það bara hættulegt og þægilegra fyrir okkur. Þannig að við erum bara í hálfleik, dönsum og gerum stunts og svoleiðis, þannig að við þurfum ekkert á dúskunum að halda. Og hvað þið með stórt lið? Við erum alltaf að rokka á milli 10 til 18 stelpna. Það bara, þú veist, eftir opnaræfingar þá fer þetta yfirleitt í 10 til 14 stelpur. Núna erum við, held ég, 14-16 og verðum örugglega þannig fyrir leik. En Ósk, varðandi slys, nú sáum við eitt smá slys hérna áðan. Hvernig, þið með mikið að slys? Ekki eins og ætti að vera, þú veist, eins og slysanhættan í klappstýrum, en þetta talin vera eitt af hættulegustu íþróttunum í heimi ásamt skautum. En við erum bara varkarar og við förum í mjög mikinn grunn það að grípa. Það oft sem fara klukktíma æfingum bara í það hvernig á að grípa og hvernig á að vera viðbúinn þegar eitthvað dettur. Því að flærinn, hann má aldrei snerta gólfið. Beisarnir og bakspottarnir sem eru undir að halda þurfa alltaf að grípa sama hvað. En segðu mér nú aðlokum varðandi hvaðan þið að læra æfingarnar? YouTube, no joke YouTube og við erum bara komin, ég kem með fimleika bakgrunninn og vorum með aðra stelpur áður sem voru líka í fimleikum og maður lærir svo mikið á YouTube, svo höfum við fengið reyndar norska stelpu frá Noregi til þess að kenna okkur í 2 vikur og svo hún Emma, hún frá Noregi og var að keppa Norðurlandameistaramóti í klappstýru og svoleiðis, hún búin að hjálpa okkur mikið. Svo fórum við líka klappstýrunámskeið núna fyrir 4 vikum bara og það hjálpar okkur mikið, við bara lærum og byggjum að byggja sjálfar. Nákvæmlega. Ósk, takk fyrir, það búið að vera ótrúlega skemmtilegt að fylgjast með þér. Við ætlum að fá að mynda ykkur aðeins vegna þess að, já, þetta öðruvísi, þetta flott. Já, takk. Og við erum 3, 4 upp. Já. Tilbúin? Já. Og horfum við? Já. 1, 2, 3 og spennara! Halló! Nice! Já, hendur í hérna. Já, og beint fram. Og hvað svo? Oh my god, við glemdum að tala hvernig ég á að fara niður. Viltu koma? Ok, og beigja fætur. Og hoppa.